Ómar Ragnarsson, gjör svo vel. Góðir áheyrendur og aðrir. Dögg, ég er hættur á RÚV og með sér búin að hætta tvisvar. Já, Erlingur, hvernig líst þér á þetta? Sér hver nýr þingmaður vinnur heit að stjórnarskránni og er kosning hans hefur verið gild og er hann eingöngu bundinn við samfélagið sína. Punktur. Nú að þessu öðruvísi, samin þetta hinum megin frá. Já, síðan er það af hverju má ekki sitja alþingismenn í gæsluvarðhaldi að höfða sakamál á hendur án samþykkis þingsins. Þetta er nú bara gömul ástæða frá því að var öflugt konungsvald og menn óttuðust að konungurinn gæti í krafti síns embættis eða sína stöðu siga lögregluna eða látið ákæra þingmenn að ástæðulausu og gert þingmenn ónýta og komið þeim út af þingi með þessu. Nú er engin konungur lengur en það má alveg íhuga það hvort að það gæti verið svo öflugt framkvæmdavald til dæmis sem að myndi vilja koma þingmennum út. Þetta hefur aldrei reynt á þetta hérna og ég man bara eftir því að þegar ég var strákur og var mikið talað um það eitt þingmaður væri mjög drykkveldur og hann gæti drukkið og og það væri aldrei hægt að setja henni í steinin eins og aðra drykkjumenn. Og þá erum við komin út í alltaf að sálma. Ég hins vegar vek athygli á því að ég er með þrjú nöfn, Jóhanna Sigurðardóttir, Albert Guðmundsson, Tryggvi Þórhallsson. Hvað gerði þetta fólk? Það lenti upp á kanti flokkana sína og það sagði ekki af sér þingsætinu þegar það var búið að stofna nýja flokka, það satt áfram á þingi af því að það taldi samfæring sín vera réttari heldur en stefna flokksins. Þannig að ég held að sé ómögulegt annað en að fólk verði bara að verja þetta verið kjósendur sínum og ég tala nú ekki núna þegar ef það verður persónukjör eins og við stefnum í að þá verður þetta auðvita miklu meira mál fyrir þau að þau getur staðið frammi fyrir kjósendur sínum við næstu kosningar. Alþingi kemur saman eða bara Alþingi kemur saman í Reykjavík, þingið eða forseti þess getur ákveðið að koma saman á öðrum stað. Punktur, þetta getur nefnilega verið varðskip. Eða væri eitthvað undantekningar ástand eða herskip og verið að bjarga stjórninni frá landinu eins og var gert í Noregi, þá þarf þetta að vera opið. Og þetta er aldrei gaman. Við vorum að gera grín að því með hotklófan og forsetan og einhvern tíma var sagt þegar þeir voru í vandræðum með bara líka fyrir 1944 og var að tala um hvað þeim að gera við hótelhaldarann á Bessastöðum. Þannig að við sjáum að þessi umræða getur verið dálítið léttúðug en við erum á þeirri leið að við ætlum að færa honum meira hlutverk og ég vona að það verði. Ég vona að þjóðin sé ekki að kjósa mann sem að klippi borða bara eins og sagt og gera ekkert annað. Og alls ekki mann sem er ekki eins og tristandi til þess. Takk.